Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag, 25. júní, er þriðji sunnudagur eftir þrenningarhátíð. Þema dagsins er orð friðþægingarinnar, týndur fundinn. Lexían segir að Drottinn er öllum góður og miskunn hans hvílir yfir allri sköpun hans. Í pistlinu skrifar Páll: Mér var miskunnað, sökum þess að ég trúði ekki og vissi ekki hvað ég gerði. Og náðin Drottinn voss varð stórlega rík með trúnni og kærleikanum sem veittist í Kristi Jesú. Og í Guðspjallinu er hin vel þekkta saga týnda soninn. En við skulum byrja þessa stund eins og alltaf á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Guðspjallið er úr Lúkasi 15. kafla og hljóðar svo. En sagði Jesús, maður nokkur átti 2 sonu. Sá yngri þeirra sagði við föður sinn, Faðir, lát mig fá þann hluta eignanna sem mér ber. Og faðirinn skipti með þeim eigum sínum. Fáum dögum síðar kom yngri sonurinn eigum sínum í verð og fór burt í fjarlægt land. Þar sóaði hann fé sínu í óhófsömum lifnaði. En hann hafði öllu eitt varð mikið hungur í því landi og hann tók að líða skort. Fór hann þá og settist upp hjá manni einum í því landi. Sá sendi hann út á lendur sínar að gæta svína og hefði hann fegin vilja seðja sig á drafinu svínin átu en enginn gaf honum. En nú kom hann til sjálfs síns og sagði, hve margir eru daglaunamenn föður míns og hafa gnægð matar, en ég ferst hér úr hungri. Nú tek ég mig upp, fer til föður míns og segi við hann, Faðir, ég hef syndgað móti himninum og gegn þér. Ég ekki framar verður að heita sonur þinn. Lát mig vera sem einn af daglaunamönnum þínum. Og hann tók sig upp og fór til föður síns. En hann var enn langt í burtu, sá faðirinn hann, kenndi í brjósti hann, hljóp og féll háls honum og kyssti hann. En sonurinn sagði við hann, Faðir, ég hef syndgað móti himninum og gegn þér, ég ekki framar verður að heita sonur þinn. Þá sagði faðir hans við þjóna sína, komið fljótt með hina bestu skikkju og færið hann í, dragið hring á hönd hans og skó á fætur hans. Sækið og alikálfinn og slátrið, við skulum eta og gera okkur glaðan dag. Því að þessi sonur minn var dauður, en lifnaður aftur. Hann var týndur, en fundinn. Tóku menn nú að gera sér glaðan dag. En eldri sonur hans var á akri. Þegar hann kom og nálgaðist húsið, heyrði hann hljóðfæraslátt og dans. Hann kallaði á einn piltana og spurði hvað væri að vera. Hann svaraði, bróðir þinn kominn og faðir þinn hefur slátrað alikálfinum af því að hann heimti hann heilan heim. Þá reiddist eldri bróðurinn og vildi ekki fara inn, en faðir hans fór þá út og bað hann að koma. En hann svaraði föður sínum, nú ég búinn að þjóna þér öll þessi ár og hef ekki breytt út á boðum þínum og mér hefur þú aldrei gefið kiðling að ég gæti glatt mig með vinum mínum. En þegar hann kemur, þessi sonur þinn sem hefur sóað eigum þínum með skækjum, þá slátrar þú alikálfinum fyrir hann. Faðirinn sagði þá við hann, barnið mitt, þú ert alltaf hjá mér og allt mitt þitt. En nú varð að halda hátíð og fagna því að hann bróðir þinn sem var dauður lifnaður aftur. Hann var týndur og fundinn. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Já, þemað í dag orð friðþægingarinnar, týndur fundinn. Sagan týnda soninn með þekktustu dæmisögum Nýja testamentisins og eins og aðrar dæmisögur hún hlaðin tákmyndum
og hægt að túlka hana á marga vegu. Þessi túlkun gæti verið ein þeirra. Faðirinn í sögunni er Guð og hann á 2 sonu, annar þeirra er táknmynd hinna trúuðu í heiminum en hinn er táknmynd heiðingja. Hinn trúaði vann við ríki föðurins, brá ekki út á boðum hans en heiðinginn fór út í heim og lifði óhóflega. Nú fæðumst við ekki í trú, svo það má segja að við fæðumst öll heiðingjar, þó að við fæðumst inn í trúaða fjölskyldu. Og vegna þess að hver og einn þarf að taka persónlega á móti Guði, þá eru menn á misjöfnum stöðum í lífinu og á misjöfnum aldri þegar þeir koma til sjálfsins eins og sonurinn í sögunni. Faðirinn vissi alltaf hvar sonurinn var, en sonurinn hafði týnt sjálfum sér. Sagan segir okkur að hann hafi farið burt og endað snauður og vinalaus. Þetta er áhrifarík lýsing, en það er hægt að vera týndur, vinalaus og sóa eða vera blindur á blessanir Guðs heima hjá sér. Stundum þurfa menn að upplifa áföll til að snúa sér að Guði og eins geta menn snúið sér frá Guði við áföll. Þegar sonurinn var kominn á botninn og lifði við skort ákvað hann að snúa auðmjúkur til föðurins. Hann átti margar vanhugsaðar og illa grundaðar gjörðir að baki og var að eigin mati ekki þess verður að heita sonur hans. Það fyrsta sem hann ætlaði að gera var að viðurkenna að hann hafði gert rangt. Og hér komum við að hinum mjög svo mannlega hluta sögunar, þar sem reiði og afbrýðisemi stjórna. Faðirinn var umsvifalaust reiðubúinn að fyrirgefa og fagna týnda syninu. En sonurinn sem hafði þjónað og hlýtt boðum föðurins reiddist. Og skoðum aðeins ástæðuna fyrir reiði hans. Faðirinn fagnaði týnda syninum með veislu og veislan gerði hann að heiðursgesti. Honum var fyrirgefin synd hans, þar að segja að hafa snúið baki við föðurnum. Þýddi það þá að kærleikur föðurins til þess sem var alltaf heima myndi minnka, myndi arfurinn minnka. Hann hafði gert allt rétt, var það einskis virði, gerði það hann ekki betri en hinn bróðurinn. Af hverju var ekki beðið með veisluna þangað til að hann kæmi heim af akrinum og gæti glaðst með föðurnum? Og sonurinn reiddist vegna þess að faðirinn hafði ekki gefið honum svo mikið sem keiling. Var hann þá afbrýðisamur? Ef við lítum á landareign og bú föðurins sem ríki Guðs, þá er Guð æðstur. Þjónarnir í veislunni eru englar himins og sonurinn sem var heima er tákn fyrir hina útvöldu þjóð Ísrael. Hann vinnur á akrinum innan síns samfélags. Í Jakobsbréfi segir að Guð fagni hverjum syndara sem frá villu snýr og sál hans mun frelsast. Báðir synirnir eru jafn dýrmætir fyrir Guði. Sá sem var alltaf heima, það er sá sem var alinn upp í gyðingdómi og vék ekki frá trúnni, sá ekki hversu blessaður hann var. Hann sá ekki kiðlingana sem hann var sífellt að fá, né var hann þakklátur fyrir að hafa ekki vikið frá Guði og vera öruggur þegn í ríki hans. Vegna þess að hann hafði alltaf farið eftir boðum Guðs, taldi hann sig hafa forréttindi. Hann taldi sig meiri en heiðingjan sem fór út í heim því að hann hafði þjónað Guði lengur. En hver eru við að dæma? Við erum öll undir sömu náð. Engin rétt hærri en annar og aðeins trúin í hjartanu greinir á milli trúfastra og heiðingja.
Faðirinn í sögunni sagði, þú ert alltaf hjá mér og allt mitt er þitt. Ef við færum söguna til nútímans getum við séð gyðingasamfélög vinna á akrinum innan sinna samfélaga. Þeir sinna ekki trúboði í heiðnum samfélögum en vegna kristniboðs allan heim snúa týndir synir heim í ríki Guðs. Í ríki Guðs munum við fá allt sem við þörfnumst. Okkur mun ekkert skorta og okkur ber að samfagna hverjum þeim sem tekur við Guði, hvort sem hann tekur þessa ákvörðun seint eða snemma í lífinu. Við eigum að fagna því að Guð vill umvefja hvern þann sem snýr sér til hans. Fagna því að Guð færir hinn sama til virðingar og gefur honum dýrðarklæði himins. Í versi vikunnar segir, því að mannssonurinn er kominn að leita að hinu týnda og frelsa það. Og Lexían segir að Drottinn sé náðugur, miskunnsamur, þolinmóður og mjög gæskuríkur. Hann bíður þess að syndarinn taki sína ákvörðun að snúa heim, eins og týndi sonurinn gerði. Jesús kom til þess að boða ríki Guðs, konungdæmi sem að mun vara frá kyni til kyns, aldir alda, alla eilífð og stendur öllum til boða sem vilja. Þó mannshugurinn dæmi allt sem hann sér, þá er það ekki okkar að dæma hverjir fái inngöngu í ríki Guðs. Í pistlinum segir Páll að hann þakki Guði traustið, því að hann hafi áður lastmælt Guði, ofsótt þjóna hans og smánað. En Guð hafi samt sem áður sýnt honum það traust að fela honum þjónustu. Guð hafi styrkt hann og miskunnað honum sakir náðarinnar sem fæst fyrir trúna á Krist. Því Kristur hafi komið til þess að frelsa synduga menn, Pál sem og alla aðra. Og þar getum við séð Pál sem fordæmi fyrir þá sem Guð muni trúa til eilífs lífs. Kærleikur Guðs nær til allra manna sem vilja taka á móti honum, konungi eilífðarinnar. Já, þemað í dag er orð friðþægingarinnar eða týndur fundinn. Orðið friðþæging merkir sáttagerð. Jesús er orðið, friðþægingin og sáttagerðin. Hann færði okkur boðskapinn að Guð vilji fyrirgefa öllum mönnum, vilji sættast við þá sem vita oft ekki hvað þeir eru að gera þegar þeir hafna honum. Nákvæmlega eins og Jesús sagði á krossinum, Faðir, fyrirgef þeim því þeir vita ekki hvað þeir gjöra. Adam og Eva vissu heldur ekki hverjar afleiðingarnar yrðu þegar þau hlustuðu á höggorminn. Þau voru alltof saklaus til að geta varist hinu illa. Og við lifum í þessum sama heimi, þar sem allsstaðar má finna snörur sem leiða okkur í allar áttir frá Guði. Í 1. Jóhannesarbréfi stendur, þetta er kærleikurinn, ekki að við elskuðum Guð heldur að hann elskaði okkur og sendi son sinn til að vera friðþæging fyrir syndir okkar. Eins og í sögunni þá þurfum við að koma til sjálfs okkar og leita Guðs. Gefa Guði stað í lífi okkar og við verðum ríkulega blessuð, því að Guð er kærleikur. Jesús sagði, komið til mín, þið sem erfiðið og þunga eru hlaðin, og ég mun veita ykkur hvíld. Já, komið til mín, það er ekki flóknara en að opna hjartað fyrir Guði alheimsins. Því hver sá sem tekur á móti Jesú Kristi mun ganga inn í ríki Guðs. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þig frið. Í Jesú nafni. Amen.